Einsmaks tap, það svona, hvað vantaði upp á í dag? Bara við erum að spila á móti gríðarlega sterku liði í BVF og til þess að vinna svona lið þá þarfst að nýta og þú veist að vera með einhvern veginn allt á hreinu og þú þarft að nýta þitt og margt sem við gerðum gott sóknarlega og komu kafla varnarlega en við fórum illar á eitthvað svona og það komu kaflar sem við vorum sjálfum okkur verstir, bæði nýttum ekki sénsa og eins og í byrjun seinni hálfleiks til dæmis við erum búin að minnka þetta í 1920 með frábæri vörn í byrjun seinni hálfleiks þá fáum við ítrekka sénsa og kostum 3 yfirtölum frá okkur dauðafærum þegar við hefðum getað jafnað og komist yfir og þeir allt í einu konið 5 mörkum yfir í staðinn fyrir að við verðum konið með leikinn og síðan svona sýnum við karakter og erum að jafna leikinn en bara móti IPVF ef þú ætlar að fá okkur út úr leika móti svona sterku lið eins og IPVF þá þarftu bara að nýta allt þitt og að vantaði bara aðeins upp á og þeir áttu sigurinn skilið. Já, það þessi kafli að það fyrsta kortur í seinni hálfleik sem svona kannski gerir þetta svolítið erfitt fyrir okkur. 2 mörk og 12-13 mínútum og svona framvegis. Já, í rauninni kaflinn kannski frá 1920 að við byrjum seinni hálfleiki vel og minkum í 1920 og eigum séns og þá kemur kafla sem þeir komast held ég allan að 5 mörkum eða kannski 6 mörkum yfir. Það sá kafli og síðan náttúrulega náum við bara einhvern takti varnarlega í fyrri hálfleik og fáum okkur einhver 20 mörk í fyrri hálfleik og það eitthvað svoleiðis og Elís að skora 10 af þeim. Já, og það var bara allt og mikið og það voru svona og eins og ég segi þegar þú ert að spila á móti svona öflugu liði þá bara verður að ná þínum besta leik skilur og við náðum honum á köflum en það voru stöður sem ef við höfum nýtt þær betur þá höfum við tekið tökin á leiknum í seinni hálfleik og það að við skorum kannski, 2 mörk og 12 mínútum í seinni hálfleik, það er ekki endilega lélegur sóknarleikur og annað, það var bara 3 yfirtölu þar sem við kostum til dæmis bara boltanum yfir völlin og framhjá og eitthvað svoleiðis, þar sem við náum ekki að stilla upp og svona, þar sem við bara og erum kannski ekki að slúta færunum, þannig að við bara við fengum sénsa, en mér varst karakterinn í mínum mönnum frábær, mér varst við héldum áfram, létum ekki slæma stöðu og þó að hlutinni væri ekki að ganga þá börðust við og vorum bara mjög nálægt í að taka þó allan 1 stig sem hefði verið frábært úr því sem komum var en þetta var bara niðurstaðan í dag. Og óttust ekkert að þessi detti inn í eitthvað taprinnu eftir annað tapið í röð eftir 5 sigurleiki í upphafi? Nei, það held ég ekki. Við vorum að spila á móti Val í síðustu umferð og IPVF núna 2 lið sem höfðu verið að fá skelli þar á undan og spila á móti þessu liðum særðum. Þetta er rólisteildin og hver sigur, þú átt að hafa mikið fyrir honum í þessu. Og við höfum fyrir þeim fyrstu 5 eða 6 umferðirnar eða hvað sem það var og við reyndum það í dag og þú veist, þetta bara féll ekki með okkur en með hvernig þessi vika var hjá okkur, mér varst leikmennirnir vera frábærlega einbeittir og það sem við vorum að æfa og leggja áherslu á til dæmis sóknarlega fílíka breytingi frá síðasta leika móti IPVF þegar við varla gátum skora 6-6, þannig að ég hef engar áhyggjur af því, nú kemur bara næsta vika og við byrjum bara á mánudaginn og undirbúum okkur fyrir stjörnuna og reynum að vera tilbúnir og reynum bara að vera aðeins læra þessu og vera bara einu skrifu lengra þá og reynum bara að spila heilsteyttari leik eftir tæpa viku.